Ég ætla sem sagt að tala verðmæti heilbrigðisgagna og framhaldslíf heilbrigðisgagna. Það búið að tala svolítið heilbrigðisgögn hérna í morgun, þannig þetta kemur bara í góðu framhaldi. Það þrennt sem mig langar til að segja ykkur frá. Í hvaða umhverfi erum við að vinna? Þeir sem eru að standa í nýsköpun, hvernig þetta umhverfi? Mér langar að þið skiljið af hverju heilbrigðisgögn ennþá betur, skipta svona miklu máli. Og mér langar að segja ykkur frá hvað gerist í alþjóðasamfélaginu, einkum í Evrópu, sem mun skipta okkur gríðarlega miklu máli í náinni framtíð. Hérna ætla ég að sýna ykkur mynd sem flókin, slækið á, ég skal útskýra hana fyrir ykkur. Þetta eru heilbrigðisgögn og ég byggi þetta á minni sýn og reynslu hjá embætti landlæknis í mjög langan tíma. Og mér fannst nauðsynlegt að teikna þessa mynd vegna þess að sýn fólks oft mjög brotakend og mér finnst við ekki geta haldið áfram að tala þetta og eignast sameiginlega sýn sem við þurfum að gera eins og kom fram hérna áðan í að búa til heilbrigðisgagnastefnu nema við horfum á þetta saman. Og þannig ég að horfa á heilbrigðisgögn sem eldsneyti í mjög stóru vistkerfi, þeir eru líka búin að heyra þetta orð vistkerfi í morgun. Við erum með heilbrigðisþjónustuna, þar verða gögnin til. Við förum og njótum þjónustu, það skráð ýmislegt ykkur í alls konar rafræn-kerfi, ég listi þarna einhver, það eru örugglega fleiri og til þess að kerfi virki, til þess að segja að veita okkur sem einstaklingur samfellda þjónustu, þá þurfa þessi gögn að vera stöðluð og flæða kerfið. En þið vitið, það gera það ekki öllu leyti í dag, einhverju leyti ekki öllu leyti og það er ekki hægt að búa til samfellda þjónustu nema við lögum þetta, höfum stöðluð gögn og látum þeim flæða á milli. Og hérna vegna þess að gögnin eru límið í heilbrigðisþjónustunni, þau eru límið á milli fyrstu og annars og þriðja stigs þjónustu. En gögnin verða til í heilbrigðisþjónustunni en svo gerist svolítið sniðugt að þau eru flutt. Hluti af þeim er flutt inn í önnur kerfi, til dæmis til embættis landlæknis og þannig kannski stærsti einstaki staðurinn sem að safnar miðlægum heilbrigðisgögnum. Ofan í heilbrigðisskrár, þau eru rauntímaskrár sem fá gögn úr kerfinu, alls ekkert allt, bara svona ákveðið mengi og í staðinn þá löggjafinn búin að koma þannig fyrir að embættið gefa út fyrirmæli lágmarksskráningu, segja hvað eigi að skrá að lágmarki heilbrigðiskerfinu og hvernig, það snertir gögnin, hvað á að skrá, hvað breytur þetta, hvað flokkan á að nota, hvernig á þetta líti út og svo flæða þessu gögnin yfir og það eru alls konar samskipti á milli stofnana og það eru fleiri stjórnsýslustofnun til dæmis sjúkratryggingastofnun. Allir þessar tvær stofnunir sé ekki þær stærstu í þessu gagnaflæði. Innan þessu stofnunum, og þannig ég að tala embætti landlæknis, fer fram mjög mikil notkun á þessum gögnum. Við erum að nota þetta til að styðja við starfsemi embættisins, til þess að styðja við eftirlit. Það verður reiknað gríðarlega mikið alls konar vísum, lýðheilsuvísum, gæða og árangursvísum. Það verður að miðla gögnum til alþjóðastofnunum. Við verðum að sjá hvernig við stöndum í samanburði við aðra. Og það er alls konar vinnsla þarna. Við erum að taka þátt í að nýta þessu gögn til þess að dreifa fjármagni í heilbrigðisþjónustunni, bæði varðandi DRG og svo fjármagni í heilsugæslunni. Þannig heilmikið að gerast og þessi partur af gögnunum með þessi notkun á gögnum kallast endurnýting. Við erum bara að nota sömu gögn og eru búin til í heilbrigðisþjónustunni. Þessu er svo mikilvægt að þau séu stöðluð þar. Síðan í þriðja lagi, það er fullt af öðrum notendum. Lögin segja að þá vísindamenn geta fengið aðgang á gögnum, sótum aðgang á gögnum í okkar heilbrigðisskrám til vísindarannsókna. Mjög mikið notaði gögnum til þess. Það hefur auðveldað vísindastarf á Íslandi heilmikið síðustu árin og má örugglega nýta þessu gögn miklu betur. Við erum eins og ég sagði áðan að miðla til alþjóðastofnana og svo erum við hverjum degi bara að gera alls konar hluti. Við erum að reyna að styðja við heilbrigðisyfirvöld, við fáum alls konar fyrirspurnir, beiðnir alls konar gagnavinnslur og þess háttar. Undir þessu öllu er alls konar löggjöf sem ég nefni þarna undir. Löggjöf, einhver fyrirmæli, einhverjir staðlar, en þarna þurfum við í raun að gera miklu betur. Við höfum ekki staðla nægilega mikið og ekki kerfinu. Það er náttúrulega búið að koma fram hérna áður. Ég nefndi þarna nokkur mikilvægur lög og reglur, bara rétt að staldra við þetta er náttúrulega heimasíðu okkar til dæmis lögum og sjúkraskrá, grundvallarlög, bæði reglugerð og fyrirmæli sem verður byggðið því, lögin og landlæknir mikilvæg varðandi þessar miðlægu skrár sem okkar sameign í heilbrigðisþjónustunni og þar líka þetta ákvæði að landlæknir gefa út þessi fyrirmæli lágmarksskráningu, þetta er eitthvað sem þarf að uppfylla í kerfum og síðan ýmis önnur löggjöf búið að fara yfir lögin persónuvernd, síðan síðasta löggjöf sem ég ætla aðeins að enda með að fara aðeins yfir
með ykkur, að það lögin reglugerðin evrópska heilbrigðisgagnasvæði, oftast kallað EHDS eða IHDS. Og þetta löggjöf, reglugerð sem var samþykkt árið 2025 í mars og verður innleidd hér á landi, við erum náttúrulega EES-ríki, og þetta mun taka einhver tími innleiðingu, svo innleiðing byrjuð og þannig verið að skilgreina vistkerfi þvert á Evrópu fyrir heilbrigðisgögn. Og það svona 3 meginmarkmið með þessari löggjöf. Fyrsta lagi að veita einstaklingum betri aðgangu sínum eigin heilbrigðisupplýsingu. Það var það sem Ingi Steinar var að tala við ykkur áðan. Búa til þetta patient summary sem líka að gera það verkum að það þetta miðla tilteknu lykilupplýsingum milli landa. Í öðru lagi við reyna að búa til svona skilvirkar vettvang til þessar endurnýtingar og gögnum. Vegna það voðalega gott fyrir okkur að nota gögn hér innanlands í vísindarannsóknum og nýsköpun og annað, en það ennþá betra ef við getum unnið með þessu gögn þvert á Norðurlöndin, þvert á Evrópulöndin. Þessi löggjöf það. Og síðan að skapa öruggan og skilvirkan, stuðla einu markaði fyrir stafræn sjúkraskrárkerfi. Og það líka gríðarlega mikilvægt og kemur aðeins betur að því á eftir. Og það sem ég langaði að segja ykkur líka, ástæðan fyrir því að þessi búið að samþykkja þessi reglugerð og hún verið búin til, fór gríðarlega orku í henni held ég, það var COVID-19. Þá búin alltaf komið í ljós hvað við hefðum mikla þarfir fyrir gögn, hratt, alla Evrópu. Við erum í sjúkdóm sem verið ekki landamæri, það ekki þetta að bíða til því. Og þá komst bara Evrópa svolítið að því hvað þetta var flókið og erfitt og þetta var brotakent, bæði regluverki, gögnin, tæknin og allt saman. Þess vegna þessi löggjöf komin. Og eins og ég sagði, þetta þrennt, það þessi frumnotkun gögnunum inn í heilbrigðisþjónustunni og það málefni sem snerta stafræna sjúkraskrá, það sem Ingi Steinar sagði ykkur frá og það ákveðin verkefni þarna undir, þetta svona ákveðin batteri, ég setti þessi heiti bara eða vilja googla það sem svona samstarfsvettvangar. Þetta verkefni raun lengst komið, það fremst í tímalínunni og þarna til þess embætti landlæknis, partur af einhver e-health network, það sem fólk að vinna saman. Verkefni nú 2, miðjusúlan, það þessi endurnýting á heilbrigðisgögnum til rannsókna, nýsköpunar og stefnumótunar. Sú vinna alveg fullu gangi líka, við erum að fylgjast mjög vel með henni og við erum að taka þátt í norrænu samstarfi. Þessi við á Norðurlöndunum að reyna að hjálpa stað við þetta. Því þetta bara flókið og tekur mikla orku og svo það þriðji stólpinn sem þessi einn markaður fyrir stafræn kerfi. Og það verður bara þannig, það verða bara ákveðni staðlir sem þarf að uppfylla og það með þess að þegar byrja að búa til einhvern svona vottunarramma, kerfið þurfa að fara í gegnum einhver vottun, en leið og opnast aldrei stór markaður, þannig þetta mun hafa gríðarlega mikil áhrif. Þetta aðeins þetta norræna verkefni, mér langar að segja frá því að við erum komin á þennan vettvang, við erum að vinna með Norðurlöndunum, við erum meiri að reyna að setja upp og Ísland að leiða þá vinnu, reyna að setja upp svona ákveðni líkan, mótil það hvernig best fyrir okkur að vinna saman, hvernig getum við gert það þannig við náum sem bestum árangri vegna þess að Norðurlöndin hafa haft forskot og við viljum ekki missa það forskot. Og að því ég var að vera að tala það hérna áðan að vantaði samstarfsvettvang og Íslandi, ég held að þurfa að gera nákvæmlega sama hér innanlands. Við getum ekki bara að hugsa þennan samstarfsvettvang út af við þurfum að eiga góðan samstarfsvettvang, þetta fólk sem hér inni í dag. Og ég ætlaði bara rétt að enda á því þetta val og verkefni sem ég vil segja ykkur frá, það svona fyrri parturinn af því að ljúka núna í loka október. Það verður svona summit í Helsinki, þið getið googlað þetta og fundið þetta eitthvað sem þið getið bæði skráð ykkur á og svo bara verið á online. Það verður margt mjög spennandi kynnt þarna. En þá held ég látið það duga. Takk fyrir.